Komið þið sæl, í dag ætlum við að skoða G3 símann frá LG sem kom í sölu í byrjun júlí. Síminn er algjört spekkaskrímsli og inniheldur eiginlega alltaf nýjasta og flottasta þegar kemur í hlutum. Síminn er með Snapdragon 801 örgjöfa og Adreno 330 skjákorti. Síminn kemur í tveimur útgáfum, þegar kemur að vinnslu minni. 3 GB útgáfan kemur með 32 GB í geymsluplássi og kostar 120.000 á helstu sölustöðum. Ódýrari típan á 110.000 er með 2 GB vinnsluminni og 16 GB í geymsluplássi. Það er eftir að meta fyrirfram hvort að menn þurfi 3 GB en meira minni er alltaf betra og sérstaklega til lengri tíma litið þegar síminn mun fá hugbúnaðaruppfærslur og ný stýrikerfi. En ég prófaði bæði 2 GB og 3 GB útgáfuna og fann engan mun í hraða. Síminn er algjörlega endurhannaður frá G2 sem kom í fyrra. Síminn kemur í 3 litum, gylltum, svörtum og hvítum. Ég prófaði gylt útgáfuna og heilt yfir lítur hann mjög vel út. Þó mikil orðrum það að síminn yrði úr málmi eins og iPhone og HTC símanir. En því miður er þetta bara plastgel og þrátt fyrir tilraunir LG til þess að feika málmið með einhverju gerfi rispari stál áferð, þá fer það ekkert milli mála að þetta er plastskel. Hún lítur eins og mjög vel út og fer vel í hendi og síminn lítur mínum að þetta mun betur út heldur en G2. Allur frágangur líka mun betri, síminn takkandir eru þægilega viðkomu og heilt yfir er mikil framför frá G2 bæði útliti og frágangi. Skjárinn fær líka uppfærslu úr 5,2 tómum í 5,5 og upplausnin einnig QHD sem er 1440 sem 2560 sem er í rauninni allt og mikið og erfitt að sjá nokkurn mun á þeirri upplausn og Full HD. Skjárinn hins vegar mjög góður, bjartur og skarpur. Myndavélin fær einnig uppfærslu, ekki í megapixlum þó, 13 megapixl eins og í G2, en fókuskerfið er nýtt LED fókuskerfi sem á að vera hraðast á markaðanum, tekur 4K vídeó og einnig slow motion vídeó á 120 í 720p. Mjög fín myndavél og ekki síðri heldur en hjá flestum flaggskipunum en nær kannski ekki iPhone 5s og Lumia símunum. Það er þetta forðað samanbunni við flaggskip Samsung Galaxy S5 og bæði þessi 2 kóresku fyrirtæki eru keppa á mörgum sviðum og mörgveldi keppast að koma með stærri öflugri örgjöfa, meira vinnsluminni, öflugri skjái, betri myndavélar. Stundum finnst maður svolítið eins og þessu í rauninu bara að tikka í bóksinn og það sást vel með fingrafærleysunum á Galaxy S5 sem virkaði í rauninu ekki. Að minnsta kosti ekki jafnvel og lesarinn á iPhone 5s. Og þetta var svolítið svona bara við líka fítus. Mér finnst LG svolítið bakka úr þessu með G3 og er að gefa út meira fókus að tæki, draga þess aftur mikið af auka drasslunum sem að drekkt í G2 hefur verið tekið í burtu. En niðurstaðan er svo að G3 er vel á frábær sími, sama hvað maður kemur á honum, að aflið er nægt, myndavélin frábær, góð skjár, góð rafleiðandi, þótt að hún sé kannski alveg af góð var að G2. Og eina sem menn alltaf þurfa að hugsa út í eins og með alla síma á þessari stærð að þetta er ekki allra, þetta er stór sími, hann fer illa í lóa, sérstaklega litla lóa. Þannig að ég mæli eindregið með að menn kíki í einhverja símaverslun og fikti í tímanum, prófa að halda á hann og prófa að nota hann með einni hendi og fyrir þá sem að sætta sig við stærðina eða jafnvel fílana þá er G3 einfaldlega frábær sími. Og fyrir þá sem vilja bara Android þá er G3 að mínum mati besti valkosturinn í dag.